Mál á dagskrá sem umræða skjólborgarverkefni Reykjavíkurborgar Íkon. Einar. Íkon. Þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég með punkta hérna sem ég búinn að rugla. En já, við ræðum núna skjólborgarverkefnið svokallað og mér langaði bara aðeins að fabúlera það og segja líka aðeins frá því hvað það fornóið. En þetta semst alþjóðlegt verkefni á vegum alþjóðasamtaka rithöfunda PEN og heitir ICORN eða íkorni, nei, en líkt og íkorni og stendur fyrir International City of Refuge Network. Og það svolítið munur, manni hættir til að segja í staðinn fyrir refuge að segja refugee, og það myndi þá vera á íslensku sem sagt hæli eða hælisleitandi, og eins og ég vék aðeins í máli mínu áðan að þá er svo mikilvægt að hugtök séu skýr og það sé svona já, sem breiðust sátt og svona líkastur skilningur. En þetta sem sagt verkefni sem gengur út á það að veita ofsóttum rithöfundi skjól og öryggi í 2 ár hverju sinni og þetta fyrir rithöfunda sem hvers líf og heilsa í hættu vegna einhverja skoðana þeirra eða eitthvað sem þau hafa verið að skrifa. Skjólborgir eru út allan heim. Ég held að séu að verða 40 talsins núna og þar af eru 22 skjólborgir á Norðurlöndum. Norðurlöndin hafa verið svolítið leiðandi í þessu verkefni og það jú svolítið Norðurlöndin sem hafa tekið frumkvæði í ýmsum mannréttindamálum og gjarnan hefur Noregur til dæmis verið þar framarlega í flokki og aðalskrifstofan einmitt í Stavanger. Og Reykjavík varð skjólborg eða hluti af þessu skjólborgarverkefni 2010 og síðan tókum við á móti okkar fyrsta rithöfundi sem Palestínumaðurinn Mazen Maruf og sem dvaldi hér og tel ég allir séu nokkuð sammála að það hafi gengið í alla staði ákaflega vel og við, hvað maður að segja ekki, við erum borgað meiri að vera skjólborg og þetta líka stór hluti af því identity okkar að vera bókmenntaborg, ekki bara í orði heldur líka á borði. Það að segja að
Það er að segja að það er mikið af góðum sögum til og margt skáldlegt sem fólk hugsar en meðan það skrifar það ekki niður og þá verður það oft ekki til nema í haustnum á því og mér finnst þetta vera, já, fyrir mér að þá er þetta eitt af þeim verkefnum sem að ég er nú stoltastur af okkur fyrir að hafa tekið upp og orðið þáttakendur í og bara hið besta mál. Það hefur verið sem sagt fyrsti einstaklingurinn hefur verið hér og hefur lokið sínum tíma og við höfum verið að svona vega og meta verkefnið og hvernig hefur tekist til reglulega frá upphafi í mjög nánu samstarfi við PEN, fulltrúa PEN á Íslandi og til þess að svona þetta megi verða sem best lukkað, laga það sem að kannski laga galla og þróa þetta ennþá frekar og nú bíðum við eftir næsta rithöfundi og ég lagði fram tillögu í borgarráði, að mig minnir síðasta borgarráði, varðandi ICORN, varðandi skjólborgarverkefnið til þess að vinna því að efla það og tengja ólíka aðila sem að hafa snertifleti að verkefninu, tengja þá saman og það hefur verið svolítið ágalli á framkvæmdinni, það er að segja að það hefur ekki allir haft sama skilning á því, sumir vita ekki alveg hvað þetta er og sjá einhverja eina hlið á þessu og við vorum hérna til dæmis með rithöfundinn Mazen Marouf og síðan fór hann stundum og hitti einhverja sem vissu hver hann var en vissu ekki á hvaða forsendum hann var. Þannig að og það er mjög mikilvægt til þess að halda samhengi og heildarsýn og þess vegna samþykkti borgarráð að setja á fót starfshóp sem væri svona starfshópur ICORN og í honum eiga sæti mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar sem er formaður, svo er fulltrúi frá bókasafni Reykjavíkur og fulltrúi frá Reykjavík bókmenntaborg, það er fulltrúi frá PEN á Íslandi, fulltrúi frá Rithöfundasambandinu og fulltrúi frá Reykjavíkurakademíunni, en við með mitt átt alveg gríðarlega gott samstarf við Reykjavíkurakademíuna og ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka Reykjavíkurakademíunni fyrir gott samstarf á þessu sviði og öðrum og svo er fulltrúi frá Mannréttindaskrifstofu sem jafnframt verður starfsmaður hópsins og verkefni starfshópsins er að bara gera gott betra, gera þetta göfuga og fallega verkefni ennþá betra og okkur og höfundum til heilla og okkur til sóma og ég bara hlakka til að sjá þetta verkefni vaxa og dafna og hlakka til að sjá hver næsti rithöfundur verður
og hlakka til að sjá kannski eitthvað ódauðlegt og stórkostlegt sem viðkomandi rithöfundur á eftir að skrifa hér í örygginu og góðvildinni sem að ríkir hér hjá okkur, sem er oft mjög sjaldséð og mikið eftirsótt fyrirbæri í heiminum, því að það ríkir náttúrulega óeining og ófriður svo víða, en hér hefur okkur tekist yfirleitt að miðla málum stór átakalaust. Það er að segja helst bara með þessu magnaða tungumáli sem að við eigum og erum að nota og þetta er líka hluti af því að hefja tungumálið okkar upp til vegs og virðingar og nú hefur til dæmis Mazen Maruf hefur til dæmis í dvöl sinni hér verið að þýða íslenska bókmenntir yfir á arabísku sem að mér skilst að hafi bara alls ekki neitt verið gert og er það náttúrulega til þess að flytja hróður íslenskra rithöfunda og íslenskra menningar út um heim og já, en þetta er bara frábært verkefni kann að líta sakleysislega út og vera lítilvægt en er eins og svo margt sem að virðist ómerkilegt eða virðist lítið en er í rauninni risastórt. Það er eiginlega svolítið eins og ísjaki, að við sjáum toppinn, sjáum bara 10% af ísjakanum og það er eins með Icon og skjólborgina. Já, takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason. Forseti, ágætir borgarfulltrúar, ég hef sjálfur sér ekki miklu við þetta að bæta sem borgarstjóri við hér farið yfir. Ég skil vel að borgarstjóri er stoltur af þessu verkefni að því hann má vera það. Og við getum öll verið stolt af því, þetta er frábært verkefni, þetta eru skýr skilaboð sem við erum að gefa. Við stöndum með 38 öðrum löndum sem að tökum þátt í þessu verkefni, skjólborgarverkefni, ICORN, ICORN með samtökunum, PEN-samtökunum. Og það er auðvitað bara, það getur verið stoltur að því og það er heiður að því að fá slíka gesti hingað heim. Ég er sérstaklega þótt væntum að sjá hvað Mazen Maruf er virkur rithöfundur, hefur þýtt eftir Sjón og Andra Snæ Magnason og fleiri, hefur samið ljóð hérna sem að tengja stöð hans hér upp á Íslandi og hann er þakklátur og ætlar að mér skilst að dvelja hér og halda áfram sínu störfum hér upp á Íslandi en geta rithöfundar verið nú orðið hvar sem er. Þannig að þetta hefur verið aufúsu gestur, góður gestur hingað til Íslands og ég vona að næsti rithöfundur og rithöfundar vonandi inn í framtíðina verði jafn góðir og fínir gestir eins og hann hefur verið. Þannig að ég bara þakka fyrir það að Reykjavíkurborg skuli hafa tekið þetta skref sem að tekið var að þessu leyti og ég vona næsta borgarstjórn, hvernig sem hún verður nú samsett, að hún haldi áfram þessu góða verkefni. Hér hafa ýmsir komið upp og þakka fólki fyrir fyrir gott samstarf á þessu kjörtímabili sem að nú er lokið og við erum svona að ljúka þessum fundi sýnist mér, síðasta fundi þessa kjörtímabils. Ég ætla nú ekki að vera með lýsingarorð á því fólki sem að hér er að fara eins og sem er að gert. Ég heldur vera hálf klökkur, einhvern veginn fer mér ekki beint vel, að þá engu að síður að þá verð ég nú að þakka hérna því fína fólki sem hefur starfað sérstaklega í umhverfis- og skipulagsráði. Við þakka formannum fyrir alveg sérstaklega góða samvinnu. Við höfum átt gott samstarf, stundum höfum verið ósammála
og stundum hefur bara verið talsvert ósammála, en við höfum miklu ofta verið sammála þau góðu verkefni sem þar hafa verið unnin á þessu kjörtímabili. Þetta hefur verið þungt ráð, það hafa verið langir fundir, setið lengi saman, undirbúningur hefur verið mikill og mál hafa verið flóknari en hafa verið áður. Stór verkefni hafa verið unnin, stærri heldur en á öðrum undanförnum kjörtímabilum og þess vegna hefur verið sérstaklega mikið undir. Þannig að ég vil þakka formannum, ég finnst hann hafa verið sanngjarn, gefið sér tíma til að reyna að ná sátt og sameiginlegri niðurstöðu í málum og ég vil þakka honum kærlega fyrir það. En það voru fleiri sem að við höfum verið að vinna hérna með sem að við fyrir nú senn að kveðja og það er búið að telja þá alla upp og ég vil bara þakka þeim öllum sem heild. Nú fer Karl að fara í önnur verkefni, hann vil setja með okkur í umhverfis- og skipulagsráði, fyrst í umhverfis- og samgönguráði og síðan núna í umhverfis- og skipulagsráði og það hefur verið sérlega gott að hafa hann í þessu ráði til þess að fara yfir þessi mál. Leiður okkar Oddnýjar lágu fyrst saman og nú kemur Karl inn í salinn, brosandi væntanlega yfir fallegum orðum í hans garð og sömuleiðis Oddnýju Sturludóttir sem við höfum átt gott samstarf við nokkuð langan tíma á vettvangi skólamála og ég hef ekki setið í skóla- og frístundaráði á þessu kjörtímabili en við sátum saman í menntaráði á síðasta kjörtímabili og ég veit að hún var að vinna mjög góðu starfi. Þetta er gríðarlega mikið starf að vera formaður skóla- og frístundaráðs og ég heyrði alls staðar að hvað hún hefur lagt sig fram í þessum störfum, hversu duglega hún hefur verið og hversu vel og hún er í góðu sambandi við allt skólasamfélagið og það er ekki gert með hennar hendinni, ég veit það, þannig að það er full ástæða til að þakka Oddnýju kærlega að vera hennar góðu störf í þágu skólana, frístundaheimilana og auðvitað leikskólana hér í Reykjavík. Þannig og svo náttúrulega kemst maður ekki hjá því að þakka okkar góða borgarstjóra fyrir hans störf, óvanalega borgarstjóra, litríka borgarstjóra, oft mjög skemmtilega borgarstjóra, óvanalega mörgu leyti. Hann hefur sannarlega kastað nýju ljósi hér á borgarstjórn, hann hefur kallað eftir athygli á hlutum sem við vorum ekki að ræða áður en hann kom hér í borgarstjórn og hefur gert það skemmtilega, hefur haldið sinni línu hérna skulum við segja, hann hefur ekki farið inn í eitthvað box, hann hefur farið út fyrir boxið eins og skýrslan heitir sem við vorum að fjalla hérna rétt áðan og haldið sig fyrir utan boxið og það er bara þakkarvert og ég vil þakka Jóni Gnarr kærlega fyrir hans störf hér í Ráðhúsinu, ég hef stundum gagnrýnt hann fyrir hans störf en það er auðvitað á málefnalegum hætti vona ég og eins vegar virði mikið hans störf meðal annars, hans mikla áhuga á mannréttindamálum sem er það meðal annars það sem við erum að ræða hér undir þessum lið sem er skjólborgarverkefni sem er alveg sérstaklega vel heppnað. Og ég vil þakka þá Evu Einarsdóttur og Einari Erni Benediktssyni sem hefur sittið með okkur í borgarráði og hefur verið alveg sérlega skemmtilegt að hafa svo frjóan mann, Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur, okkar konu sem nú er að fara þessu vettvangi. Jafnframt vil ég þakka kærlega fyrir hennar bara djúpa skilning og miklu þekkingu á skólamálum sem hefur ekki vakið athygli hér í borgarstjórn, hefur vakið athygli á landsvísu. Hvar sem hún hefur talað skólamál hefur það engum dulist að þar fyrir manneskja sem hefur meiri þekkingu en almennt gengur og gerist og er meðal þeim fróðustu á landinu að ég held á þessu sviði og það er bara mjög þakkaverta fólk með svo mikla þekkingu og svo mikinn áhuga, mikinn eldmóð eins og hún hefur fyrir skólamálum skuli gefið sér tíma til að setja hérna með okkur í borgarstjórn. Ég held ég hef ekki gleymt neinum, það er allir að gleyma einhverjum þannig að sem betur fyrir ekki allir að fara, ég vil svona taka það fram við þá sem er að fara, sumir með einhverju söknuði og ég tek ekki Hildi Sverrisdóttir með í þetta því hún er fyrsti varaborgarfulltrúi hérna, hún kemur til með að sitja með okkur og sitja með okkur í nefndum og ráðum þannig að hún er áfram hér með okkur í borgarstjórn á fullu þó að sumir hafi nefnt hana hér þegar þeir verða að kveðja. Ég satt í borgarstjórn fyrst frá 1998 til 2002, árið 2002 ákvað ég að stíga til hliðar, gera annað, sinna öðrum verkefnum sem að voru aðkallandi á þeim tíma og ég þurfti að einbeita mér að. Síðan 4 árum setna þá ákvaði ég að gefa kostum mér aftur að nýju og hef setið í borgarstjórn frá þeim tíma þannig ég vil bara segja við þá sem eru núna að fara að sinna öðrum verkefnum, það getur vel verið að þið saknið þessa vettfangs meira en þið haldið akkurat núna því að eflaust eru einhverju sem eru bara frekar fegnir að losna en svo kemur þetta yfir ákveðin söknuður, ákveðin vilji ákveðin þrá eftir því að geta látið eitthvað gott af sér leiða, taka þátt í því að leiða fram góða hluti og góð verkefni. Þannig að við skulum engin okkar útiloka það að sumt af því fólki sem að nú er ekki að setjast í borgarstjórn að þau komi aftur síðan meir og við fáum að njóta þeirra krafta aftur. Ég held að það væri mjög gott og til heilla fyrir Reykvíkinga og Reykjavíkurborg ef að það gæti orðið síðan meir. Að þessu sögðu þakka ég fyrir aftur.
Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það sannast svo oft hvað það er gjöfult að gefa og það að Reykjavíkurborg sé skjólborg er svo fallegt verkefni og ég held að það hafi nú þegar gefið Reykjavík meira en við getum metið og muni gefa Reykjavík meira en við getum gefið. Ég veit ekki hver á þetta skjólborgar hugtak. Ég gerir ráð fyrir því að Sjón eigi eitthvað í því en það er kannski fyrir hans tilstuðlan að við tókum þátt í ICON og verkefninu, eða skjólborgarverkefninu eins og það hefur verið kallað og ég vil þakka líka borgarstjóra Jóni Gnarr fyrir að koma með þetta verkefni. Ég veit ekki hvort allir viti það en Al Jazeera sem er kannski ein svo sjónvarpsstöð sem nær til hvað stærstan hluta heimsins hefur einmitt verið með þátt Mazen Maruf og sem tekin var upp hér í Reykjavík og þetta hefur fengið alveg gríðarlega útbreiðslu. Við erum að tala sko tugir milljóna eða 100 milljóna sem hafa hort á einmitt þátt Reykjavík bara fyrir það að við buðum Mazen Maruf hingað í gegnum ICON-verkefnið. Þannig að það er gjöfult að gefa og bara takk fyrir það að við skildum hafa tekið þátt í þessu verkefni og við skulum endilega gera það áfram. Þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn. Ég vil taka undir með þeim sem hafa undirstrikað mikilvægi þessa skjólborgarverkefnis og þakka fyrir hlut Jóns Gnarr borgarstjóra og Sjón í því að koma því á legg. Valið á rithöfundi tókst mjög vel en það er mikilvægt að tengja þó ekki við nafn því að rithöfundar sem veljast geta áreiðanlega verið í mjög mismunandi stöðu og aðstöðu og mikilvægt að við höldum þessu áfram eins og ég heyri og fagna sér rík samstæðum. Þetta er eitt af því sem ein af þeim áherslum sem borgarstjóri hefur lagt á þessu kjörtímabili og hefur verið mikill sómi að fyrir borgina alla. Ekki bara meirihlutann eða hann, heldur borgina alla og borgarbúa. Og við munum sannarlega gæta þess að þar verið framhald á. Ég vil líka, því ég kom ekki upp í þeim umræðum, þakka fyrir þær tillögur sem bornar voru fram hér fyrir á fundinum fyrir hönd meirihlutans, annars vegar af Einari Erni Benediktssyni, formanni Menningar- og ferðamálaráðs og hins vegar Oddnýju Sturludóttur, formanni Skóla- og frístundaráðs. Erró-tillagan stendur mér býsna nærri hjarta og ég hlakka mjög til að sjá hana verða veruleika í Breiðholtinu. Og umræðan staðalmyndir er ekki bara mikilvæg, heldur mjög brýn og ég held að það skynji það bara allir sem eiga börn í Reykjavík á skólaaldri, í fjölmiðlaumhverfinu eins og það er, í netumhverfinu eins og það er, í raun þeim fyrirmyndum sem birtast, ekki bara í íþróttum, heldur í kvikmyndagerð, í poptónlist og svo framvegis. Þetta er bara nauðsynleg umræða í samfélaginu, algjörlega. Og þess vegna fagnaðarefni að við erum hér að taka skref að halda því áfram. Þeir borgarfulltrúar sem að sitja hér sinn síðasta fund í bili, vil ég nú orða það, því að enginn veit sína ævi fyrir en öll vil ég þakka alveg kærlega fyrir frábært kjörtímabil. Karl Sigurðsson, Páll Hjaltason, Eva Einarsdóttir, Einar Örn Benediktsson, Oddný Sturludóttir, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Þakka ykkur öllum og þið sem til eru meirihlutanum hafa öll leitt gríðarlega mikilvæg ráð og staðið ykkur með glans. Ég vona mig fyrirgefist þó að ég segi þó
innan úr mínum röðum að Árný Sturludóttir borgarfulltrúi hefur auðvitað borið gríðarlega miklar byrðar fyrir hönd þessa meirihluta og ég veit að það hefur reynt mikið á köflum eins og í skólasameiningunum og vil ítreka það sem ég hef áður sagt að þar stóðum við alveg gríðarlega vel og ég er ótrúlega stoltur af því sem að við gerðum þar þó að það hafi verið erfitt og þinn hlutur var þar langstærstur. En með því er ekki að gera lítið úr hlut annarra verkefnum sem að hér hafa verið innt af hendi en það er bara stundum þannig þegar á móti blæs þá sést best úr hverju fólk er spunnið og þarna kynntust við Oddnýju Sturludóttur í öllu hennar veldi. Takk fyrir það. En þetta er nú ekki alveg kveðjustund. Þessi borgarstjórn situr til 16. júní ef ég kann það rétt. Þannig að við erum ekkert búin að sleppa hendina af ykkur ennþá og fáum vonandi færa á því að kveðja ykkur almennilega síðar. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræður lokið. Við förum í 5. mál og leggjum fram